Góðan dag, ég býð ykkur velkomin á málstofuna Sjálfvirk íðorðataka. Ég heiti Ágústa Þorbergsdóttir og ég nefni erindi mitt Skipta íðorð máli. Í erindinu tek ég fyrir eitt ákveðið efnissvið og rannsakað. Það er íðorð á sviði fjármála. Ástæðan fyrir valinu á þessu efnissviði eru margar. Það er að mínum mati áhugavert til athugunar, en það er að meðal annars sýnt sig að það getur oft verið mjög erfitt að finna íslensk fjármálaorð. Íslenskt efnahagslíf hefur gengið gegnum mikla breytingar á undanförnum árum og mörg ný hugtök hafa bæst við, til dæmis með innleiðingu Evróputilskipana. Þá má einnig nefna að nokkur umfjöllun hefur verið ensku notkun í íslensku fjármálastofnunum. Í erindi mínu byrjaði því að greina frá því hvað er að finna íðorð á þessu sviði og ég segi frá útgefnum orðasöfnum og orðabókum. Þá greini ég frá rannsókn sem ég stóð fyrir í fyrra íðorð á sviði fjármála, en þar kom meðal annars fram að mikill meiri hluti svaranda taldi íðorð skipta mjög miklu máli, enda þótt skráning og íðorðum væri áberandi lítil. Að lokum fjalla ég mikilvægi íðorða almennt, ekki aðeins í fjármálum, og ræði hvort æskilegt sé að fara aðrar og nýjar leiðir til að finna íðorð og safna þeim saman en hingað til hefur verið gert. Þegar spurt er hvað er hægt að finna íðorð í fjármálum, þá er rétt að taka fram í upphafi að sérhæfð íðorð er sjaldnast að finna í almennum orðabókum. Það er þó ekki svo að ekkert hafi verið gert til að gera þennan orðaforða aðgengilegan. Gefin hafa verið út viðskipta orðabækur og hagfræðiorðasafn. Fyrsta var ensk-íslensk viðskipta orðabók eftir Terry Lacey og Þóri Einarsson, kom út 82 með orðaforða helstu sviðum viðskipta og bætt úr brýnni þörf. Og 7 árum seinna kom hún út sem íslensk-ensk og fleiri útgáfur hafa komið út. Nýjasta útgáfan er frá 2018, ensk-íslensk og er með 17.500 uppflutt orðum og það er all stórt safn. Það má nefna hagfræðiorðasafnið. Það var mjög lengi í vinslu. Vinslan hófst 1960 og kom svo út árið 2000. Það er með 6.285 hugtökum. Það orðasafn ásamt litlu safni í hagrannsóknum er einnig að finna í íðorðabankastofnun Árna Magnússonar íslenskum fræðum, íðorð.arnarstofnun.is og er þá framhald af því sem áður hét Orðabanki íslenska málstöðvar. Og svo má ekki gleyma hugtakasafnið Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins og það eru 9.500 hugtök á sviði fjármála, efnahagsmála, hagskýrslusgerðar og opinberra innkaupa. Og svo er þetta til ýmsir bæklingar, ársreikningar og þjóðhagfræði þar sem hugtök eru skýrð. En engu að síður, þrátt fyrir allt þetta efni, það virðist vera svo að það sé erfitt að finna íðorð á þessu tiltekna sviði sem sagt í fjármálum. Og ég ætla hér í erindinu að greina frá rannsókn sem fór fram síðastliðið sumar og snýr að stöðu íslenskrar tungu í fjármálaheimi. Rannsóknin tekur á ýmsum hliðum sem snerta mikilvægi íðorða. Meðal annars var spurt skráningu íðorða, vandatengdan íðorðum, viðhorfum til íslenskra íðorða og vilja til að deila íðorðum með öðrum. Það er allt og langt mál að segja frá öllum atriðum og ég vel hér úr þau atriði sem tengjast efni þessara málstofu. Rannsóknin var í formi vefkönnunar og var lagð fyrir fjármálastofnanir, fjármálafyrirtæki og þýðendur sem þýða fjármálateksta. Og könnunin var framkvæmd af fyrirtækinu Maskínu. Það var mikið lagt upp á því að vanda til þess að finna þá aðila að svara könnuninni sem hefðu mikla þekkingu og mikla reynslu í þessum málaflokki. Og það var aðeins þeir sem fástu íðorð í fjármálum og þýðingar þeim sem fengu könnunina. Og hún sendi alls á 25 staði. Og það má vissulega segja að 25 sé ekki mikill fjöldi, en það er ekki mjög margir á þessu svið á Íslandi. Könnunin er mjög þröngt svið og snýr ekki aðeins að íðorðum, heldur með íðorðum í fjármálum. Og þeir sem svara það er þá þungavita fólki, það er þeir sem hafa með þessi mál að gera og geta haft áhrif. Og það svo eru 23 sem gerir það að svarhlutfallið var 92%, sem sagt mjög hátt. Og niðurstöður líka greindir eftir því hvort var að ræða stofnun, fyrirtæki og svo eru þýðendur og félög sett saman til að hafa þess stærri hóp, annars hefði verið oflítill hópur til samanburðar. Enda þótt þýðendur og félög séu kannski full ólíkur hópur innbyrðis. Þá er þetta lausnin sem var valin. Vindum okkur í niðurstöðunar. Fyrsta spurningin var bara hreint þessi.
hvort þýðingar íðorða skipti miklu eða litlu máli. Og það alls 61% sem telur að þýðingar íðorða skipti mjög miklu máli. Það mjög há tala og samanlagt með þeim sem telja að þýðingar skipti fremur miklu máli þá það 82,6% sem þó þeirra skoðanar að íðorð skipti fremur miklu eða mjög miklu máli. En þegar skoða eftir bakgrunninum, það segja hvort þetta fyrirtæki, stofnun eða þýðendur, þá má þó greina örlítið mun og það eru þýðendur sem telja að þýðingar skipti meira máli en til dæmis fyrirtækin segja. Það spurt skráningu og þá athyglisvert að skráning mjög lítil. Einkum hjá fyrirtækjum en það eru 75% fyrirtæki sem skrá ekki íðorð og 44% stofnanir sem skrá ekki heldur íðorð. Þýðendur skrá mun frekar, kannski svo búast má við, vegna eðlis starfsþyrða og þeir eru yfirleitt með forrit, eins og multiterm, sem heldur utanum íðorð í starfi þeirra. Og meðal athugasemda sem bárust frá sumum, það var fyrirtækjum, að þeir notuðust við hugtakasafn þýðingarmiðstöðvar utanríkisráðuneytisins þannig að skráningi var ekki á þeim heldur þeim treystu því það sem þar væri gert, að þar væri að finna réttu þýðingarnar og það eru líka þýðingar sem mjög mikilvægt þegar þá eru komnar inn í opinber skjöl. Áhugavert að sjá hvað skráð til viðbóti við sjálft íðorð, það fyrst og fremst jafngildi yfir 72%, skilgreining kemur svo næst 63,6%. Skilgreining yfirleitt skýring mjög mikilvæg. Það var spurt hversu oft telur þú að starfsmenn þurfi að leita að íðorðum. Svörin dreifast mjög mikið en fram kemur að helmingu þarf að leita oftar en einu sinni í viku. Ég les út úr þessu svari að það sé vandamál að finna íðorðin og það tengist líklega því sem áður hefur komið fram að það lítil formleg skráning á íðorðum. Þegar bakgrunnur skoðaður kemur fram talsverður munur, 50% þýðenda leita daglega. Þýðendur sjálfsögðu alltaf að þýða. Þeir þurfa að gáta og tryggja að sé með rétta íðorðið. Stofnanir og fyrirtæki leita almennt nokkru sinnum í viku að íðorðum. En hver helstu vandamálin tengd íðorðum í fjármálum? Fram kemur að rúmlega 50% sem velja þann svarmöguleika að helsta vandamál tengt íðorðum sé að þeim hefur ekki verið safnað saman á einn stað sem allir hafa aðgang að. Það vandi að finna hvar þið eru. Í öðru sæti þá gamlir og úreltir orðalistar og orðabækur. Og það eru yfir 18% sem nefnir þá, það enda líka mjög há tala. Þá má nefna 9% misvísandi upplýsingar á vefnum og önnur 9% af vant upplýsingar eins og skýringar eða skilgreiningar. Orðamót orðið segir ekki endilega allt, það veit ekki hvert hennar hugtakið. Ég tel þessa spurningu vera mikilvæg og hún sýnir að svarendur líta svo á að íðorð skipti máli. Það ljóst að svarendur vilja ekki það hafa það ástand sem nú ríkir, þar sem íðorðum hefur ekki verið safnað saman á einn stað sem allir hafa aðgang að. En hvað gerir fólk þegar það finnur ekkert og hvert leita menn ráða það vantar þýðingu og íðorði? Það kemur fram að það eru 54% sem svara því að þeir leita til vinnufélaga. Fyrst var ég svolítið hissa á svarinu, svo því að hugsa nánar, þannig eru vantilega flestu sérfræðingarnir á vinnustaðnum, þetta oft það sérhæft, en svo getur hér þetta líka kannski bara ytri aðstæðskipt máli. Opið vinnurými eða ekki, maður fljótar að googla ef vinnusvæðið ekki opið. Það eru þýðendur sem leita meira á vefsíðum hjá öðrum, enda þeir oft einyrkjar og þeir eru heldur ekkert sérfróðir efnið endilega sem þeir að vinna með. Og hvernig verða svo íðorðin til? Þessi spurning, það hversu mikið að það sé myndu nýjárð, það finnst ekki íslenskt íðorð. Og hérna mikil dreifing, en líka þegar maður skoða bakgrunnin, þá sést nokkuð munur. 60% þýðenda sést sjaldan mynda nýjárð og 66% hjá fyrirtækjum svara á sama hátt, það myndi sjaldan eða aldrei nýjárð. Það meira að nýjárð sé myndu hjá stofnunum, hjá opinberu stofnunum og þeir eru verið auðveldara með það að telja sig frekar geta eða komið með nýjárð og það eru væntanlega helstu sérfræðingarnir og telja sig alveg þess megnu að koma með mynda sjálfur ný orð
af því þeir eru sérfræðingarnir. Og hér spurt viðhorf til íþróttastarfs í fjármálum og það framkemur að það vilji að nota íslensk orð. Enginn segist vilja að nota erlend orð. Þegar bakgrunni skoðu þá kemur líka nokkur munur ljós sem sýnir ólíkt eðli. Stofnanir verða fyrst og fremst að nota íslensku og saman með þýðendur á sjálfsögðu, en hvað varðar fyrirtæki þá segja 57% að þau noti íslensk fagorð í íþrótt þegar þau finni þau, en það gengur ekki alltaf. Þá spurt áhuga á aðgangi og traustum íþróttabanka, ókeypis aðgangi. Það er 95,7% sem hafa mjög mikinn að fremur mikinn áhuga að hafa ókeypis aðgang að traustum og samræmdum íþróttabanka fjármál. Það eru aðeins fyrirtæki sem svara fremur lítill eða 4%. En þá, í beinu framhaldi af þessari spurningu, þá er spurt hver er viljinn til að deila íþróttum með öðrum. Og hann er minni en að fá íþróttin. Þannig kemur fram að það er alls 72% sem segist vera mjög miklu með fremur miklu mæli reiðubúin til að deila íþróttum sínum með öðrum í íþróttabanka eða öðru grunni. Og það eru stofnanir sem eru viljugastar en fyrirtæki síst. Og hér má hugsanlega vera skýringin einhver samkeppni sem getur skipt máli hjá fyrirtækjum. Og það komur líka ánægilega óvart að hversu mikill áhugi er að vera með í íþróttastarfi eða nefnd. Það eru yfir helmingur sem svara því, 54%. Það var mjög mikinn áhuga að taka þátt í slíku starfi. Og þetta segir líka mér að svarendur telji íþróttastarfi vera mjög mikilvægt og þarna á stofnanir mestan áhuga, þýðendur svöruðu síður. Vantarlega hafa þeir líka minni faglega þekkingu og jafnvel minni tíma. Svo nefni ég bara hérna á lokum þá gátu þau koma athugasemdir og hérna bara sýnishorn. Eitt svar þetta hvernig þetta er allt í ólestri og sá vill greinilega að það sé gert einhverja umbætur þessu sviði. Þá vantarlega annað það verið að gefa út sífellt þessar orðabækur sem verða úreltar. Og svo bendir annar á að það sé mikilvægt að þessi myndaíþrótt séu þeir sem hafa virkilega þekkingu á málunum, annað getur verið villandi. Og ég tek undir það skiptir auðvitað máli. Helstu niðurstöðu bara almennt, erindi mitt heitir skipti íþrótt máli og það er svarið, mikill meirihluti telur að þetta skiptir mjög miklu máli, enda þótt þessi skráning sé áberandi lítil. Sem verðist svolítið andstæð og þetta er þetta gæðamál, það er að hafa sömu orðin, sameiginlegur skilningur á hugtökum, þetta er auðvelda samanburð, skýrar orðræða, minni líkur á misskilningi og villum og þegar uppistaðið er þetta yfirleitt sparnar í tíma og peningum. Og þetta er líka helsta niðurstaðan að meira helmingur telur helstu vandamál sé að þeim hefur ekki verið safnað saman á eitt stað og svo líka þessi gömlu úreltu listar sem eru vandamál. Og hvað er til ráða? Ég hef hérna sagt frá niðurstöðu rannsóknar. Hefðbundin vinna við íþróttasöfn er seinleg, þetta er handvirkt og það þarf stöð uppfæra orðasöfnin. Ég túlka þessa niðurstöðu svo að þessi ástæða reyna nýjar leiðir. Það er að segja reyna hvort veflegur hugbúnaður sem safnar sjálfvirkt mögulegum íþróttum geti bætt stöðu mála hvað varðar íþrótt þessu sviði og aðgengi á þeim. Hér var eitt ákveðið svið tekið fyrir, þess að fjármálin, en vel tekst til með nýja leiðir, þá gætu þær létt vinnu við gerð íþróttasafna almennt sem fram til þess að hafa verið unnin handvirkt. Og ég hef lokið máli mínu og býð næsta fyrirlesara í pontu. Takk fyrir. Góðan daginn. Ég heiti Hjalti Danielsson og ætla þá að kynna forrit til sjálfvirkari íþróttaleitar. Verkefni mitt fólst sem sagt í því að smíða hugbúnað sem finnur ný íþrótt í íslensku fagtextum. Það skiptist í undirbúning og framkvæmd. Undirbúningurinn snýrst að kanna hvaða leitaraðferðir hentuðu best og hvort það væri til einhver hugbúnaður sem hægt væri að nota í svona leit. Framkvæmdin gekk svo út á að velja eða smíða hugbúnað sem beitir þessum leitaraðferðum og pröfa hann á textum úr fjármálageiranum. Þá voru viss skilyrði sem fylgdu þessu tiltekna verkefni. Þá notuðum bara fjármálatengd orð í þróunarferlinu, þurfti hugbúnaðurinn síðan meir að geta leitað að íðorðum í textum frá hvaða fagi sem er. Forritið myndi ekki fá neina aðstoð
Gögnunum myndu ekki fylgja neinar orðflokkagreiningar eða viðbótarupplýsingar, annað en kannski einhver þekkt íðorð í viðkomandi fagi, og það væri ekki hægt að þjálfa forritið fyrir notkun hverju sinni. Forritið þyrfti svo auðvitað að ráða við íslensku og þá sérstaklega beygingakerfið og fjölbreytta orðaröðun. Það þurfti líka að taka tillit til þess hvað eru mörg samsett orð í málinu og helst að nýta sér það einkenni. Það eru 3 flokkar af aðferðum sem gjarnan beitt í ýmiss konar orðaleit. Við notum 2 þeirra. Málvinnslaaðferðir skoða tungumálahliðina. Það reyna að bera kennsl á orðin, færa þau yfir í staðla sniðmát og stundum jafnvel að henda orðum sem augljóslega eiga ekki við. Tölfræðilegar aðferðir byggja svo á málvinnslunni. Þær skoða atriði eins og málfræðilegt hlutverk hvers orðs, birtingatíðni þess og hvort þessi sjáanlega líkt einhverju þekktu íðorði. Það eru líka til svokallar vélanámsaðferðir sem nota gjarnan sínar eigin niðurstöður til þess að betrumbæta eigin virkni, en þær virka best fyrir mjög sérhæfðar leitir og kringumstæður og voru í raun ekki nothæfar fyrir svona verkefni. Eftir að hafa kannað framboð á leitaforritum kom í ljós að erlend forrit fyrir svona leitir hentuðu ekki mjög vel. Þau ráða ekki við íslensku, alveg sama hvað höfundur er að segja. Þau þurfa mikinn stuðning, þau leita ekki endilega mjög vel og það er erfitt að breyta þeim eftir þörfum. En þó það hafi heldur ekki verið til svona leitaforrit á Íslandi, reyndust vera til ýmis íslensk málvísluforrit af öðrum toga. Þessi íslensku forrit eru vönduð, þau eru sérsmíðuð fyrir íslenskar aðstæður og eru gjarnan í stöðugri þróun. Við ákváðum því að skrifa leitaforritið frá grunni en nota nokkur íslensk forrit sem stuðningshugbúnað fyrir tiltekna hluta vinslunar. Snúum okkur þá að framkvæmdinni. Þetta er forritið sem úr varð. Það tekur alltaf inn viss gögn og getur líka nýtt önnur gögn ef þau bjóðast, eins og sjá má til vinstri á myndinni. Keyrsla þess skiptir svo í 4 hluta eins og sést hægra megin. Og næst förum við það aðeins yfir þessi gögn og þessa ólíku hluta forritsins. Í forvinnslu hlutanum tekið við öllum gögnum og þau undirbúin fyrir nánari skoðun. Skyldugögnin sem forritið fær alltaf er annars vegar textinn sjálfur í einni langri runum og hins vegar markarunnur. Markarunnur eru orðflokkar þeirra íðorða sem nú þegar búið að skrá. Það er reyndar hægt að keyra forritið án þess að nota markarunnur, en fyrst það eru eiginlega alltaf til einhver íðorð fyrir hvert fag var talið eðlilegt að gera ráð fyrir þeim. Hérna má svo dæmi það hvernig við notum þessa markarunnur. Eitt af því sem forritið gerir er að giska á orðflokk hvers einasta orðs eða frasa í inntakinu. Og ef tiltekinn frasi í inntakinu passa svo við markarunnu af einhverju þekktu íðorði, þá getur verið að frasinn sjálfur sé nýtt íðorð. Forritið styður líka 2 konar gögn til viðbótar ef og þegar þau bjóðast. Fyrri tegundin eru þekkt íðorð í viðkomandi fagi. Forritið reynir þá ekki að finna þau, en leitar að nýjum orðum sem getur tengst þeim. Seinni tegundin eru kölluð ústrikunar orð. Þetta eru hugtök sem munu aldrei verða að íðorðum í viðkomandi fagi. Þau eru þá alfarið útilokuð þegar forritið skoðar inntakið. Næst er að málvinnslu hlutin. Til að geta borið saman orð þurfum við að hafa allan texta á stöðluðu sniðmáti. Svo forritið tekur textan úr inntakinu, skiptir honum í einingar sem eru venjulega stök orð, reynir að giska á mörk hvers orðs og út frá því finna viðeigandi nefnimyndir. Þetta ferli veltur ofta ágiskunum, frekar en einhverjum fyrirfram staðfestum niðurstöðum og það er ósköp eðlilegt, enda þarf forritið ofta að geta unnið úr orðum sem eru glæný og jafnvel ekki til í neinni málheild. En þessar ágiskanir byggja reynda sjálfar á ýmsum gögnum, til dæmis úr BÍN og gagnasöfn annarra forrita. Svo tekur tölfræðihlutin við. Forritið notar þessar 3 aðferðir til að ákveða líkurnar á því hvort tiltekið orð eða frasi sé nýtt íðorð. Þessar aðferðir eiga við mjög ólíkar gerðir af frösum, svo samanlagt dekkar ansi breitt span af mögulegum íðorðum. Svo hönnum við reyndar hugbúnaðinn þannig að það má bæta við enn fleiri aðferðum síðar ef ástæða þykir til. Fyrsta aðferðin heitir C-gildi.
Þar reiknað hvaða orð eða frasar eru mikilvægust í heildarsamhengi textans. Ef orð sést oft í inntakinu og sérstaklega þær í mjög fjölbreyttu samhengi, telst það líklegt til að vera íðorð innan viðkomandi fags. Næsta aðferðin kölluð Levenstein-lengd. Hún gengur út á hversu fáar stafbreytingar þarf að gera eða framkvæma til að breyta orði eða frasa í eitthvað íðorð sem við þekkjum nú þegar. Og hún endar best ef segðin fyrir eitthvað einföld. Í þessu dæmi sjáum við að ef orðið ávöxtun væri nýtt af nálinni og ef orðið ávísun væri nú þegar þekkt íðorð, þá þyrfti bara að gera 3 breytingar á ávöxtun til að yrði ávísun og ávöxtun fengi þá Levenstein-lengdina 3. Þriðju og síðustu aðferðina fann ég upp fyrir þetta verkefni. Við köllum hana rótarhlutfall. Hérna nýtum við okkur hvað mörg samsett orð í íslensku. Í stað þess að skoða stafsetninguna, hvernig við núna uppbyggingu orðana. Við skoðum hversu margar rætur í segð eru líka í þekktum íðorðum, jafnvel ef aðrir hlutar orðana hafa allt öðru stafsetningu. Orð eða frasi sem hefur hlutfallslega margar rætur sameiginlegar með ýmsum þekktum íðorðum þá líklegra til að vera nýtt íðorð. Og ólíkt Levenstein-lengd þá virkar þessi aðferð best fyrir langa frasa sem innihalda flókin orð. Síðasti hluti forritsins svo úttakið. Forritið skila það af sér list af segðum sem gætu verið íðorð og samhliða tölfræðigildum þeirra, en það líka hægt að láta forritið sía út þau orð sem hafa of lág gildi. Best svo að einhver sérfræðingur skoða niðurstöðurnar. Með því hægt að stilla forritið til að skila enn betri niðurstöðum síðar meir, auk þessi stundu þarf hreinlega sérfræðinga til að skera úr hvort tiltekna segðir séu í raun og veru íðorð. Þegar kom að því að mæla virkni forritsins, prófum við þessar 3 tölfræðaaðferðir og líka ýmsar samsetningar af stuðningsforritum. Við útbjuggum einnig nokkrar misstórar skrár með fjármálagögnum. Hver skrá innihélt helming af slembiúrtaki og helming af staðfestum íðorðum sem við könnuðum svo hvort forritið gæti fundið. Þess ber að geta að mælingar á svona forriti geta verið dálítið snúnar. Gögnin eru mjög breytileg, leitaraðferðirnar eru venjulega sérhæfðar fyrir viðkomandi forrit og margir þeir sem rannsaka íðorð hafa minnst á að almennt sé hreinlega erfitt að bera saman mælingar á svona forritum. En að því sögðu, þá voru niðurstöðurnar almennt góðar. Hér ber helst að nefna 2. Heimt geta forritsins til að finna leyndu íðorðin sem við laumum inn í prófunargögnin. Heimt var almennt ansi há. Hæst var hún rúmlega 92% og almennt í kringum 84%. Keislutíminn skipti líka ansi miklu máli. Bæði því við getum ekki vita fyrirfram hversu miklum texta á að dembin í forritið og líka því við viljum að forritið ráði almennt við mjög mikið magn af gögnum, til dæmis eins og daglegum fréttum í fjölmiðlum. Og það reyndist alveg vera raunhæft. Svo líka hægt að láta forritið framkoma enn ítarlegri greiningu ef inntakið í styttri kantinum. Og að lokum þá vil ég minnast á framtíð forritsins. Það einnig helst að halda áfram að gera tilraunir með þessa leitaraðferðir. Það mun líka eflaust koma miklu gagni þegar við sjáum hvernig forritið stendur sig í ólíkum fögum. Ef stuðningsforritin sjálf halda áfram með þróun, viljum við auðvitað geta bætt nýjustu útgáfanum inn í okkar eigin forrit. Og að lokum eigum við eftir að sjá hvernig forritið stendur sig sem hluti af Termportal. Og með því þá þakka ég fyrir mig. Góðan dag, ég heiti Gunnar Thor Örnólfsson og ég ætla að kynna fyrir ykkur Termportal sem vinnubekkur fyrir íðorðaöflun. Termportal byggt í kringum sjálfvirka íðorðaleitartólið sem Hjalti Danielsson kynnti hérna rétt á undan. Og við ákvaðum að það væri einfaldast að útfæra Termportal sem veflaust frekar en sjálfstætt forrit sem hver og einn notandi myndi setja upp hjá sér. Ástæðan fyrir þeirri ákvörðun var þríþætt. Í fyrsta lagi þá eru veflausnir óháðar stýrikerfum. Það að segja að það virka jafnt á Mac eða Windows eða Linux, skiptir ekki máli.
Í öðru lagi þá sparar þetta notandanum vesen í því að setja upp forritið og í þriðja lagi þá gerir þetta öll gögn sem að vinnast í kerfinu aðgengilega á milli tækja. Þannig að maður getur unnið í sama listanum bæði í borðtölvu á skrifstofunni og í fartölvunni sinni heima hjá sér. Við skulum fara snöggvast á hundavaði yfir nokkur tæknilega atriði. Termportal notast við PostgreSQL gagnagrunn sem tengdur við Flask bakenda í gegnum SQL Alchemy viðbótina. Viðmótið svo útfært með React.js. Þessi tæknisamsetning var valin einna helst vegna þess að ég þekkti hana fyrir upphaf verkefnisins, enda eru ótal margar góðar leiðir til þess að setja saman vefapp þessar mundir og það erfitt að segja til hvort ein sé betur en önnur. Git var síðan notað til þess að halda utan kóðan og hann var hýstur á GitHub eins og venja innan Árnastofnunar. Helsta markmið þessa verkefnis var að smíða hagnýtingu á þessu sjálfvirka íðorðaleitartóli sem að Hjalti var að kynna, svo að þeir sem starfa hjá orðanefndum getur notið góðs að þessari nýjung. Annað markmið var að auðvelda orðanefndum að skila af sér listunum á samræmdu sniði. Eins og staðin núna þá vinnur jafnan hver orðanefnd á sinn hátt og þau geyma listana sína á margbreytilegu sniði. Og talsverð vinna getur farið í það að umbreyta sniðinu þegar þeir eru til dæmis færðir inn í íðorðabankan eða þegar þeir eru færðir inn í samræmda gagnagrunna. Þess vegna mikill hagur af því að hafa sem flesta lista á sama sniði og þar með endurnýta aðferðirnar við aðlögun listana. Enn eitt markmið var að straumlínulaga verkferlana við íðorðavinnu og breyta þessu flókna verkefni sem að grípa nýju orð úr eterinu og skilgreina þau, breyta því í línulegt ferli. Til þess að sýna hvaða verkefnum lokið og hvað tókst held ég að sé best að sýna bara kerfið snöggvast, svo við skulum kíkja á síðuna. Hér forsíða síðunar og eins og við sjáum þá fátt annað hægt að gera en að stofna reikning. Þannig við skulum gera það. Nota bara gerfi e-mail hérna. Þegar við erum búin að stofna reikning þá hægt að búa til orðalista. Það mögulegt að búa til fleiri en einn orðalista. Til dæmis sem maður að vinna að íðorðaöflun á fleiri en einu sviði, en við skulum halda okkur við einn lista í þessu tilfelli. Segjum bara hérna kynning. Og við skulum tengja hann hérna við orðalista. Hérna sem sagt hægt að tengja hvern lista við orðalista í íðorðabankanum. Þannig að við tengjum þetta við hagfræðiorðalistan og staðfestum. Þá sjáum við hérna að hann birtist hér að ofan og það hægt að skoða nánari upplýsingar orðalistan og það hægt að gera honum breytingar, en við skulum koma aftur að því á eftir. Við skulum velja listan og færa okkur yfir í næsta flipa. Í þessum flipa hægt að hlaða upp textum fyrir sjálfvirka íðorðalitatólið og við skulum prófa hérna að nota texta sem ég fann hérna hjá Seðlabankanum. Við tökum þennan texta. Og afritum hann hérna inn. Við getum skilgreint titil fyrir textan. Hérna.
og við getum jafnframt vísað í heimildina, eða sem sagt uppruna textans. Og við gerum það svona. Nú sendum við textan inn og þá vinnur íðorðaleitartólið sína vinnu. Það gera það mjög hratt af því að þetta var tiltölulega stuttur texti. Og við sjáum hérna að við fáum tilbaka lista af tillögum fyrir íðorð á þessu sviði. Við getum líka séð að ef við smellum á íðorðin hérna þá lýsast þau upp í textanum við hliðina á, þannig að það er auðvelt og fljótlegt að sjá þessar tillögur í samhengi. Nú skulum við vinna okkur í gegnum þessar tillögur og samþykkja þær sem að okkur finnst skynsamlegar og hafna þeim sem okkur finnst óskynsamlegar. Þetta hérna er ekki... Sjá. Getum samþykkt þetta hérna. Svona getum maður mjög fljótlega unnið sig í gegnum lista af tillögum og þegar okkur finnst komið nóg, þá getum við haldið áfram yfir í næsta flipa. Við gætum klárað listan en við skulum bara halda áfram. Hér á þessum skjá þá er hægt að bæði sjá yfirlit yfir alla samþykkta og synjaða kandidata eða tillögur og við getum líka breytt upplýsingum þá. Hérna getum við til dæmis leiðrétt uppfletti formið á þessu. Við getum sett inn skilgreiningu, við getum sett inn skýringu og við getum líka kannað hvort að þessi orðasamsetning fyrirfinnist í íðorðabankanum. Við skoðum hérna, til dæmis ríkisstjórn, það ætti að birtast af því að það er inn í hagfræðiorðasafninu. Við getum sagt hérna verðbólga. Já, skiptir ekki máli. Við gætum sett hérna inn skilgreiningu. Hér er skilgreiningin á verðbólgu. Og svo getum við sett inn nánari skýringu í lengra máli. Ég ætla ekki að fara að skrifa neitt langan texta, en segjum bara hér er aðeins lengri texti verðbólgu. Við getum séð dæmin, sem sagt hvar þetta hugtak kom fyrir í textanum og við getum sett inn athugasemdir sem að aðrir notendur geta séð sem hafa aðgang að listanum, en við komum aftur á því á eftir. Og við getum jafnframt bætt við samheiti eða þýðingu, þannig að við bætum til dæmis við enskri þýðingu á verðbólgu. Þá styður kerfið það. Já, en hvað ef við viljum fá athugasemdir frá öðrum tillögurnar okkar? Við getum gert það með því að bæta öðrum notendum við listan okkar og við getum boðið þeim að vera með mismunandi réttindi. Þannig að sá sem býr til listan, hann er eigandi, hann getur gert hvað sem hann vill við listan, eytt honum og bætt inn textum og þess háttar. Breytandi getur bætt inn textum og samþykkt og hafnað tillögum, en hann getur ekki eytt listanum. Umsagnaraðili, hann getur bara skrifað athugasemdir við íðorð, hann getur ekki samþykkt eða hafnað þeim. Og síðan að lokum áhorfandi, hann getur bara séð listan og ekki breytt neinu. En við skulum prófa að bæta einum notanda við þetta. Þetta er gerfinotandi sem ég bjó til hérna áðan. Og kíkjum núna hvernig þetta lítur út fyrir þann notanda. Þannig að við skráum hérna inn. Þá
sjáum við að þessi notandi getur ekki breytt orðalistanum og hann getur heldur ekki séð íðorðin sem að bíða staðfestingar. Hann getur ekki hafnað synjuðum kandídatum, hann getur ekki leitað og getur ekki bætt við samheitum, en hann getur skrifað athugasemdir og þær birtast síðan öðrum notendum svona. Síðan þegar það búið að fullvinna listan og skrifa allar athugasemdir og bæta við öllum samheitum sem maður vill, þá hægt að flytja út listan og sækja hann sem CSV-skrá. Já, þessi CSV-skrá lítur svolítið subbulega út. Við sjáum hérna eru uppflettimyndir orðana. Hér eru tungumálin sem þau eru á. Hér tilvísun í hugtak og við getum séð að verðbólga og inflation tilheyra sama hugtaki af því að þessi tvö orð þýða það sama. Og hér getum við séð dæmin. Þau líta mjög illa út núna en það hægt að umræða þeim þannig að maður geti séð þetta snirtilega. Þetta hver færsla aðskilin með ákveðnum bókstaf og svo hér hægt að sjá athugasemdir og skilgreiningar og lýsingar. Nú erum við í grófum dráttum búin að fara yfir hvað það sem að kerfið getur gert og við skulum líta á hvað framundan. Í fyrsta lagi þá viðmótið á síðunni eins og þið sáu dálítið hrátt og það þyrfti helst að endurhanna útlit kerfisins bara í rauninni frá grunni í nánu samstarfi við verðandi notendur til þess að það mæti þörfum þeirra sem best. Eins og staðin núna þá byggir kerfið tillögurnar sínar einungis á C-gildinu sem Hjalti lýsti áðan, nýtir sem sagt ekki Levenstein-lengd og rótarhlutfall. Það að því að eins og þá engin möguleiki fyrir notendur að setja inn lista af þekktum íðorðum. Þess vegna verið gagnlegt að útfæra einmitt þann möguleika. Þannig að hver og einn notandi geti hlaðið upp íðorðum á sínu sviði. Að lokum þá ætla ég að viðurkenna það að CSV-skrár eru ekki staðlaða sniðið sem að rétt að flytja íðorðalista á. Það sniðið TPX sem skilgreint með ISO-staðlinum 30042/2019. Það væri mjög gott að geta stutt þetta snið, bæði þegar kerfið tekur við lista af þekktum íðorðum og við flytjum þau inn og þegar íðorðin sem eru inn í kerfinu eru flutt út til þess að hlaða inn í önnur kerfi. Þá hef ég lokið máli mínu og þar með þessu málþingi lokið. Takk fyrir mig.